Við skulum lesa frá versi 9. Þegar hann hafði þetta mælt, varð hann uppnuminn að þeim ásjáandi, ský huldi hann sjónum, þeir störðu til himins á eftir honum þegar hann hvarf, þá stóðu hjá þeim allt í einu 2 menn í hvítum klæðum og sögðu, Galíleumenn, hví standið þér og horfið til himins? Þessi Jesús sem varð uppnuminn frá yður til himins, hann mun koma á sama hátt og þér sáuð hann fara til himins. Hvernig liði þér ef að þú værir að tala við einhvern, svo kæmi bara allt í einu ský og tæki mannin í burtu? Eða væri einhver sem þið væri illa við að þá eru eflaust fegin. En svona öllu jöfnu að þá held ég að við erum skelfingu lostin. Og ég man þegar ég var lítill strákur að þá fór ég í kirkju og það var svo ægilega mikið predikað að Jesús væri að koma og við yrðum að vera tilbúin vegna þess að ef að við værum ekki að lifa heilugu lífi, þá værum við bara ekki tilbúin. Svoleiðis að stundum þegar ég kom heim á kvöldin, það var enginn heima og þá hélt ég að pappa og mamma voru ekki heima, þá hélt ég að Jesús væri kominn, pappi og mamma væri farin og ég að því að ég var svo óþægur að ég hefði verið skilinn eftir. Þannig að þetta hafði svona sterk áhrif á mig að ég ætlaði sko að vera tilbúin þegar að Jesús kæmi. Og aftur talaði gamli forstöðumaðurinn í Fíladelfíu, hann Ásmundur, endurkomu Jesú Krists. Þannig að í dag þá ekki svo mikið talað endurkomu Jesú Krists. Og það liggur við að kristnir haldi það að bara Jesús kom ekkit aftur og við verðum alltaf hérna svona í heimi lyginnar. En sem betur fer, þá það ekki þannig. Vegna þess að englarnir, þeir sögðu, þessi Jesús sem var uppnuminn frá yður til himins, mun koma á sama hátt og þeir sáu hann fara. Hann fór og hann kemur. Hann mun koma á sama hátt og þeir sáu hann fara. Hann mun koma á sama hátt og þeir sáuð hann fara. Og ég veit ekki hvort þið vitið það, en það eru sumir sem eru trúaðri en kristnir. Það ákveðin sjónvarpsstöð sem með kameru á Olíufjallinu í Ísrael, ætlar að vera tilbúin þegar að Jesús kemur. Þeir ætla að hafa vélina á honum þegar að hann kemur. Vegna þess að hann kemur þar, segir Biblían. Og ég ætla svona bara að taka í dag svona smá yfirlit yfir þetta efni. Það hægt að tala þetta, að væri hægt að hafa biblíulestara allt árið á hverjum sunnudegi endurkomu Jesú Krists. Það eru 252 tilvitnanir í Nýja testamentinu Jesú, endurkomu Jesú Krists. 252 sinnum talað endurkomu Jesú Krists bara í Nýja testamentinu. En málið að gyðingar vantans, en þeir eru að bíða eftir fyrstu komas. Þeir eru að bíða eftir hann komi. Þeir trúðu ekki að Jesús hefði verið Messías, svo að gyðingar eru að bíða eftir Messíasi. Kristnir eru að bíða eftir að Jesús komi, eða Messías komi aftur. Nú, svo eru það vantrúamennirnir blessaðir, að þeir segja bara bull og vitleysa, og ég man að ég var að skrifast á við einhvern á Monkablogginu fyrir einhverjum árum og hann sagði þetta væri tómt kjaftaði allt saman. Jú, hann var sem sagt nógu vel lesinn í Biblíunni til að vita það að Jesús væri söguleg staðreynd, en að Jesús kæmi aftur, það var ekki inn í myndinni, bara bull og vitleysa. En það svo gaman með Biblíuna að hún veit einlega sko, Guð, hann hefur sett svo margt í Biblíuna fyrir fleiri þúsundum árum sem á við daginn í dag. Og í öðru Pétursbréfi þá segir, versi 3, þetta skulu þér þá fyrst vita á hinum síðustu dögum, munu koma spottarar, stjórnast að eigin gindum og segja með spotti, segja með háði,
Hvað verður úr fyrirheitinu komu hans? Kemur þetta ekki upp? Já. Þú lofaðir að vera vakandi. nú er að treysta á fyrirheitinu. Við treystum fyrirheitum Guðs, við erum líka að treysta fyrirheitum tæknimannsins. Þannig að ef þið sjáum hann dotta, þá náið í vatn og hellið yfir hann. hann er búinn að samþykkja það. Þetta skuluð þið þá vita á hinum síðustu dögum munu koma spottarar stjórnast af eigin gindum og segja með spotti, hvað verður úr fyrirheitinu komu hans? Því að allt frá því að feðurnir sofnuðu stendur allt við þið sama eins og frá upphafi veraldar. Og það er þetta sem sumir segja í dag, postularnir væntu þess að Jesús kæmi á þeirra dögum en hann kom ekki. Nú eru komnar, ég veit ekki hvað margar aldir, 20 aldir, 2000 ár og hann er ekki ennþá kominn, þannig að þetta ekki bara bull og vitleysa. En orðið segir okkur að þetta muni gerast þegar á líður að menn munu allt sem að tekur langan tíma að rætast, það reynir á trúna. Þannig að Biblían segir að það muni koma spottarar sem hæðast að þessu. Nú í vers 10 hérna segir, en dagur drottins mun koma sem þjófur. Þá munu himnarnir með miklum gný líða undir lok, frumefnin sundurleysast í brennandi hita, jörðin og þau verk sem á henni eru uppbrenna. Það allt þetta fest þannig, hversu ber yður þá ekki að ganga fram í heilagri breytni og guðrækni. Þannig að hér er verið að segja okkur að þessi jörð er ekki okkar endanlegi dvalarstaður. Það á eftir að skipta þessu út. Það kemur nýr himinn, ný jörð. Hvort að þessi verður endurunnin, veit ég ekki. Við bara sjáum, það er nýr himinn, ný jörð. Og það kemur ný byrjun. Dagur drottins kemur, Jesús kemur og það verður breyting. Þannig að þetta er í rauninni von kristinna manna. Að við vitum að Jesús kemur aftur til þess að koma reglu á jörðina. Koma röð og reglu á jörðina og koma aftur á réttlæti. Nú, það er maður sem heitir Lance Lambert, hann skrifar bók endurkomuna og ég greip niður í hana í gær og hann segir, verkið á Golgata er ófullkomnað án endurkomu hans. Og þá segir einhverju, það getur ekki verið rétt, Jesús sagði það er fullkomnað, en þetta er ákveðið sjónarhorn á verki Guðs. Þannig við skulum aðeins skilja við það hér og koma aftur að því. Verkið á Golgata er ófullkomnað án endurkomu hans. Svo ætla ég líka að minnast á hérna nokkra ritningar í Gamla testamentinu, vegna þess að spámenn Gamla testamentisins, þeir sáu bæði fyrstu komu hans og endurkomu. Spámenn Gamla testamentisins, þeir sáu bæði að Jesús kæmi inn í þennan heim, svo sáu þau líka að hann kæmi aftur. Þeir sáu fyrri komans og endurkomuna. Jesaja spámaður, hann talar fyrri komans í 9. kaflanum. Þar segir, og þetta lesum við alltaf, eða ofta á jólunum, að barn er oss fætt, sonur er oss gefinn, á hans herðum skal höfðingjadómurinn hvíla. Nafn hans skal kallað undraráðgjafi, Guðhetja, eilíðafaðir, friðarhöfðingi. Jesaja 7:14, fyrir því mun hann drottin gefiðu tákn sjálfur, sjá yngismær verður þungur, fæðir son, lætur hann heita Immanuel. Hérna er talað fyrri komu hans. Svo förum við í Daniels bók og þá sjáum við að Daniel spámaður talar seinni komu hans. Daniel 7:13.
Ég horfði í nætur sínum og sjá einhver kom í skýjum. Ég horfði í nætur sínum og sjá einhver kom í skýjum himins sem mannssyni líktist. Hann kom þangað hinn aldraði var fyrir og að leiddu fyrir hann. Honum var gefið vald, heiður og ríki svo að honum skyldu þjóna allir lýðir, þjóðir og tungur. Hans vald eilíft vald sem ekki skal undir lok líða og ríki hans skal aldrei á grunn ganga. Þið sjáu að það var einhver sem kom í skýjum himins og honum var gefið vald og ríki yfir allri jörðinni, yfir öllum þjóðum og þetta ríki átti að vara að eilífu. Og þetta eitthvað sem á eftir að koma fram, eitthvað sem Daniel sá mörg hundruð árum fyrir endurkomu Jesú Krists. Einhver kemur á skýjum himins og hann líktist mannssyni. Sakaría 14 og þar lesum við að það verður stríð. Biblían talar að það eftir að koma ein styrjöld, að vísu eru stríð allstaðar núna, en að það segir í versi 2, ég mun safna öllum þjóðum til hernaðar móti Jerúsalem. Borgin mun verða tekin, húsin rænd, konurnar smánaðar, helmingur borgamanna mun verða herleiddur, en hinn lýðurinn mun ekki upprættu verða úr borginni. Þetta vers 2. Síðan segir vers 3, og drottin mun útfara, berjast við þessa þjóðir, eins og þegar hann barðist forðum á orustu deginum. Hér sjáu þið, hér hernaður í kringum Jerúsalem, þetta á eftir að gerast, og allar þjóðir koma á móti Jerúsalem, það á eftir að gerast, en svo segir að drottinn, hann mun rísa upp og segja hingað og ekki lengra, og hann kemur og fer sjálfur og berst við þessar þjóðir. Og vers 9 segir, vers 4, fyrirgefið vers 4, Sakaría 14. Jú, þetta hérna upp á töflunni. Var að setja það núna. Sakaría 14, fætur hans munu á þeim degi standa á Olíufjallinu, sem austanvert við Jerúsalem. Olíufjallið mun klofna þvert frá austri til vesturs, þar mun verða geysiviður dalur, því annar hluti fjallsins mun undan síga til norðurs en hinn til suðurs. Fætur hans, fætur hvers? Fætur mannssonarins, fætur Jesú Krists munu standa á Olíufjallinu og það mun verða landskjálfti og fjallið mun klofna. Jesús Kristur mun koma aftur til jarðarinnar og þetta gamla testamentið. Þetta Sakaría spámaður, löngu fyrir fyrri komans, spádómur seinni komans og tókuðu eftir því, það sem mér fannst svo frábært þegar ég var að lesa þetta, fæturnir kom á Olíufjallið, vitið hvar Jesús var þegar hann var uppnuminn frá þeim? Hann var á Olíufjallinu. Við kláruðum ekki að lesa það, við lásum í versi 11 að þessi Jesús sem þið sáuð uppnuminn frá ykkur, hann mun koma á sama hátt og þið sáuð hann fara, en englarnir hér að tala við lærisveinina, hann mun koma á sama hátt og þið sáuð hann fara, og svo kemur vers 12, þá sneru þeir aftur til Jerúsalem frá Olíufjallinu. Það virkilega blessaði mig þegar ég las þetta, Sakaría, hann sagði mörg hundruð árum fyrir Krist að fætur hans myndu nema staðar á Olíufjallinu við seinni komuna. Við sjáum í postulasögunni að þegar hann fer frá jörðu, að þá fer hann frá Olíufjallinu og englar segja að hann muni koma aftur á sama hátt og hann fór til sama staðar. Þeir segja það reyndar ekki, en það rökrétt að halda það.
þaðan fór hann og þangað kemur hann. Amen. Nú, Jesús Kristur, hann talaði við lærisveina sína endurkomuna, Matteus 24:3. Matteus 24:3. Þá hann sat á Olíufjallinu, gengu lærisveinar til hans og spurði hann einslega, segð þú oss hvenar verður þetta, hvert mun tákn komu þinnar og endaloka veraldar? Þetta segir mér að þeir höfðu talað þetta áður. Þeir höfðu talað þetta áður. Jesús, hvernig verður þetta nú aftur? Við vorum búin að ræða þetta, hvernig verður við endalok veraldar og hvernig verður þetta þegar endur koma þín verður? Og við skulum sjá, við skulum aðeins lesa hérna vers 29. En þegar eftir þrenging þessara daga mun sólin sortna, tunglið hætta að skína, stjörnurnar munu hrapa af himni, kraftar himnanna munu bifast, þá mun tákn mannssonarins birtast á himni, allar kynkvísli jarðarinnar hefja kvenstafi. Þá mun tákn mannssonarins birtast á himni, allar kynkvísli jarðarinnar munu hefja kvenstafi. Menn munu sjá mannssonin koma á skýjum himins með mætti og mikilli dýrð. Að allir munu sjá að Jesús kemur nú aftur með mætti og mikilli dýrð. Hann kemur ekki núna falinn í einhverju hlöðu, nú kemur hann með öllum sínum englaher og allir munu sjá að það til Guð. Allir munu sjá, öll jörðin, allar kamerur verða á Olíufjallinu, allir munu sjónvarpa því hvað að gerast í Ísrael á þeim dögum. Og þannig að þetta skjalfest hér. Og þetta búið að standa hérna í mörg ár. Og þetta ennþá eftir að gerast. En sjáðu til, það stóð líka fyrir mörgum öldum fyrir komu Jesú Krists að hann myndi koma. Strax í Mósebókinni, fyrstu Mósebók, að hann myndi koma frelsari. Móse talaði það, spámann myndi Guð reisa upp. Þannig að sá spádómur rættist. Hann rættist. Þannig að við höfum fulla ástæðu til að halda að þessi spádómur rættist líka. Nú, við skulum lesa annað Þessalónikubréf 1:7 og Opinberunarbókina 1:7 bara til að sjá svona hvernig þessi koma Þessalónikubréf síðara 1:7 og hér hann að tala að Guð réttlátur í 7. versinu og hann endurgjeldur þrengingu þeim sem að yður þrengja, að það þessi þrenging á undan komunni. En yður sem þrengingu líði veitir hann hvíld ásamt oss þegar drottinn Jesús opinberast af himni með englum máttar síns. Það verður eitthvað sem himinin opnast og menn munu sjá eitthvað mjög merkilegt gerast. Að það kemur englaher ekki gangandi eftir götunni. Hann kemur bara niður úr loftinu. Og margir segja, þetta crazy. Það var líka að sjá mann fara til himins. En það skjaldfest og það vottfest. Að þeir sá hann fara til himins í skýi. Opinberunarbókin 7, sjá hann kemur í skýjunum og hvert auga mun sjá hann, jafnvel þeir sem stungu hann og allar kynkvísli jarðarinnar munu kveina yfir honum. Vissulega amen. Sjá hann kemur í skýjunum og hvert auga mun sjá hann. Hann kemur í skýjunum og hvert auga mun sjá hann. Jafnvel þeir sem stungu hann, allar kynkvísli jarðarinnar munu kveina yfir honum. Af hverju fólk að kveina og gráta? Jú, það líkst upp fyrir þeim að það sem þeir höfðu heyrt allt sitt líf, það sem þeir höfðu hafnað, það sem þeir höfðu fyrirlitið, að það var rétt, það var satt. Og þeir sjá að nú það að gerast, nú hann kominn.
Síðan það að þeir spurja Jesú, hvenar verður þetta og hvernig verður þetta? Og Jesú svaraði þeim í versi 6, Matteus 24, þér munu spyrja hernað ófriðartíðindi, gæti þess að skelfast ekki, þetta á að verða, en endurinn ekki þar með komin. Þjóð mun rísa gegn þjóð, vers 6, 7, 8 í Matteus 24, það ekki þarna? Já, ok. Allt í lagi, það kemur á eftir. Margir munu í mínu nafni segja, ég Kristur, marga munu þeir leiða í villu, þér munu spyrja hernað, ófriðartíðindi, gæti þess að skelfast ekki. Þetta á að verða, en endurinn ekki þar með komin. Þjóð mun rísa gegn þjóð, ríki gegn ríki, þá verða hungur, landskjálftar á ýmsum stöðum. Allt þetta upp af fæðingarhríðana. Nú margir segja, þetta hefur gerst í gegnum allar aldirnar. Það hafa verið hungursneyðir, það hafa verið stríð, þjóð hefur staðið gegn þjóð, það hafa verið landskjálftar og hvað hefur þetta með komu Jesú að gera? Það er rétt. En lesum núna vers 32 að það er annað sem að gera samhliða. Við vitum að þetta að gerast núna, landskjálftar, stríð, hungursneyðir og þjóð gegn þjóð meira en nokkru sinni fyrr. Þetta að gerast núna. En svo annað sem að gerast núna, vers 32, nemi líkinguna af fíkjutrénu. Þegar greina þess fara mýkjast, laufið að springa út, þá vitið þér að sumar í nánd. Eins skuluð þér vita þegar þér sjáið allt þetta að hann í nánd fyrir dyrum. Sannlega segiður, þessi kynslóð mun ekki líða undir lok, uns allt þetta komið fram, himinn og jörð munu líða undir lok, en orminn munu aldrei undir lok líða. Nemi líkinguna af fíkjutrénu. Biblían, Gamla testamentið, að Ísrael, það var sagt að hver maður sæti undir sínu fíkjutré. Það eru nokkrar ritningar, og ég setti þær ekki upp, en þið getið ef þið hafið áhuga, þá getið þið skrifað þær. Það er Hósea 9:10, Sakaría 3:10, 5. Mósebók 8:8. Hósea 9:10, Sakaría 3:10, 5. Mósebók 8:8. Það höfðar til þess að Ísrael, þjóðin Ísrael, hún var líkingamál, hún var kölluð fíkjutréð. Að þetta var svona líkingamál að þjóðin kallaðist fíkjutré. Og þegar Jesús talar fíkjutréð, að þá hann að tala Ísrael. Og gefið gætur að fíkjutrénu, þegar greina þess fara mýkjast og laufið fer að springa út, þá vitið að sumarið í nánd. Og þegar fíkjutréð, greinarnar fóru að mýkjast og laufið að springa út, að það má segja að það hafi gerst með endurreisn Ísraels ríkis 1948. Ríkið í raun og veru sem hafði legið í rúst frá dögum Jesú, að nú rís það aftur. Það eru tvær aðra dæmisögur fíkjutréð. Jesús bölvaði fíkjutrénu og þjónusta Jesú, hún var í 3 ár. Að Lance Lambert segir í bók sinni að Jesús hafi í raun og veru af því að Ísraels þjóðin, hún tók ekki á móti honum, að þá hafi hún verið fíkjutréð, að bölvun hafi komið yfir, hann þjónaði þarna í 3 ár. Önnur dæmisaga í Lúkas segir frá manni sem gróðursetti tré og það bar engan ávöxt og þjónninn kom til hans og sagði ekki að rífa þetta upp, en hann sagði leifum því aðeins að standa og hlúum að því aðeins stund. En þannig að myndin af fíkjutrénu, bölvunin kom yfir Ísrael og það má segja að Jesús þegar hann bölvaði fíkjutrénu að þá hafi það verið spámannleg athöfn varðandi Ísrael. En hér talar hann tímana endurkomuna
að þegar að fíkjutréð fer að blómgast aftur, að þá tíminn í nánd. Og ég man það þegar ég var strákur, 48, þá kemur hann 88, svo voru menn að miða við 73, þá kemur hann þetta og það ekki það sem Jesús sagði okkur að við ættum að reikna tíman út, hann sagði að við ættum að vaka og biðja og við ættum að vera viðbúin. En við sjáum samt að þessi tími hefur aldrei verið áður að fíkjutréð hafi blómstrað. Vegna þess að Ísraels menn fengu ekki landið fyrr en 1904, þeir fengu 1917 en 1948 ríkið stofnað. Þannig að allt þetta í rauninni svar Jesú þegar þeir spyrja hvert mun tákn komu þinnar og endaloka veraldar. Þannig að þessi hluti sem að gerast, þeir sýna okkur að koma hans nálægt. Hún nálægt. Og svo segja sumir, já, það kannski erfitt fyrir þá sem eru fæddir í Palestínu að segja af hverju velur Guð Ísrael, en Guð elskar alla menn jafnt. Þegar Jesús dó, að þá gerði hann eitt. Þá gerði hann gyðinginn og heiðingjan, þeir eru eitt í Kristi. Þannig að Ísrael hefur ekkert fram yfir að því leytinu, hins vegar fékk Ísrael, Jesús var gyðingur. Jesús Kristur var gyðingur. Og Ísraels þjóðin eins og klukka Guðs í gegnum aldirnar. Að hann mun koma til Jerúsalem þegar að hann kemur. Nú, áður en að hann kemur, að þá lýsir Biblían ákveðinni atburðarás, og ég ætla bara að lesa fyrir ykkur að það eru ákveðinni hluti sem gerast. Annað Þessalónikubréf, við skulum lesa bara fyrstu 12 versin, að það kemur áður en að Jesús kemur og opinberast. Annað Þessalónikubréf, 2. kafli, vers 1. Og allt þetta hluti sem við höfum heyrt Flestir hafa heyrt talað antikrist, merki dýrsins, og meira að segja svona þungarokks hljómsveitir að þær eru að syngja antikrist og merki dýrsins og að búa til þessi merki. Þannig að þetta þó svo að fólk gerir bara grín að þessu, en andlegir hlutir að þeir eru til staðar. En að því að snerti komu drottins oss Jesú Krist og það að við söfnumst til hans, biðjum við fyrir yður bræður að þér séu ekki fljóti til að komast í uppnám eða láta hræða yður, hvorki af nokkrum anda, né við orð eða bréf sem væri það frá oss, eins og dagur drottins væri þegar fyrir höndum. Látið engan villa yður á nokkurn hátt, því ekki kemur dagurinn nema fráhvarfi komi fyrst og maður syndarinnar birtist. Hann sonur glötunarinnar sem setur sig á móti Guði og rís gegn öllu því sem kallast Guð eða helgur dómur. Hann sest í musteri Guðs, gjöri sjálfan sig að Guði. Minnist þér ekki þess að ég sagði þetta meðan ég var enn hjá yður. Og þér viti hvað aftrar honum nú til þess að hann opinberist á sínum tíma, því að lögleysi þegar farið að starfa í leyndum og stendur ekki á öðru en að þeim verði burtrýnt sem nú heldur aftur af. Þá mun lögleysingin opinberast og honum mun drottinn Jesús tortíma með anda munns síns og að engu gjöra þegar hann birtist við endurkomu sína. Lögleysingin kemur fyrir tilverknað Satans með miklum krafti, lygatáknum, undrum, með alls konar ranglætis vopnum. Þess vegna biðjum við veldisbroti guðleysisins, hann skal ekki koma inn til okkar. Hann skal ekki finna hvíld í kirkju Jesú Krists. Amen.
til að blekkja þá sem glatast af því að þeir veitt ekki viðtöku og elskuðu ekki sannleikan svo að þeir mættu verða hólpnir. Þess vegna sendir Guð þeim megna villu til þess að þeir trúi lyginni. Þannig munu allir þeir verða dæmdir sem hafa ekki trúað sannleikanum en hafa haft velþóknun á ranglætinu. Og sjáu þið, þeir höfðu velþóknun á ranglætinu. Stundum segja sumir, já, mér finnst nú Guð óréttlátur að vegna þess að það var logið að þeim og þau trúðu. Nei, það var meira en það. Þeir höfðu velþóknun á lyginni, ranglætinu. Þeir elskuðu það. Það er það sem þeir eru dæmdir fyrir. Þeir vita en þeir velja að trúa lyginni. Og síðan þeir eru búin að velja að þá eru þeir svo blekktir að þeir trúa. Þannig að við sjáum að þetta í raun og veru Páll, hann segir hérna að því að snertir komu Drottins og Jesú Krist, að ekki láta einhvern koma ykkur í uppnám eða hræða ykkur. Vegna þess að það er ákveðin hluti sem gerast og fráhvarfið kemur og sjáum við fráhvarfið í dag? Já, við sjáum það. Fráhvarf frá trúnni á Jesú Krist. Við sjáum það alls staðar. Og finnum við fyrir þessum lögleysis anda? Já, lygin er alls staðar. En hefur antikristur opinberast? Nei, en andi hans er þegar farinn að starfa og andi hans er þegar farinn að tróða sér inn þar sem Guð á að vera og það sem við köllum helgan dóm. Þannig að, en það sem við sjáum er að þegar að Jesús kemur, þá mun hann tortíma honum með anda munns síns. Og að lokum að þá langar mig að lesa hérna bara nokkra punktar sem ég skrifaði. Með komu sinni mun Kristur fullkomna frelsis áætlun Guðs í gegnum aldirnar. Og þar komum við að þessu. Jesús sagði það fullkomnað, en þegar að Kristur kemur, að þá má segja að það er ennþá meira fullkomnað. Allir óvinir Guðs, syndin, dauðinn, djöfullinn verða fjarlægðir frá heimi Guðs. Og þetta getið þið lesið í 1. Korinthubréfi 15:26 og Opinberunarbókinni 12:7-11. Að allir óvinir Guðs verða teknir í burtu og við munum upplifa ríki þar sem réttlæti býr. Og þegar hann kemur, þá mun hann leiðrétta allt til ranga, ekki aðeins bara þessi kynslóð sem hann kemur til, heldur það sem hefur gerst í aldanna rás. Vegna þess að Guð lifir ekki tíma eins og við. Hann mun leiðrétta allar misgjörðir sem gerst hafa í tímana rás. Vegna þess að hann er dómarinn. Og endurkoma hans verður að lokum sönnun Guðs á því hver sannleikurinn er og mun endanlega sanna að Jesús er Messías. Endurkoma hans verður að lokum sönnun á því hver sannleikurinn er. Amen. Endurkoman, hún sannar það að orðið var satt allan tíman. Endurkoman sannar að það sem Guð sagði var satt, en það sem að þeir sem stóðu gegn honum sögðu var lygi. Sannleikurinn, sem þetta að verður lokum sönnun Guðs á því hver sannleikurinn er og mun endanlega sanna að Jesús er Messías. Hann mun koma á sama hátt og þér sáuð hann fara. Hann mun koma á sama hátt og þér sáuð hann fara. Þannig að hann kemur á skýjum himins, og það var sálmur sem við áttum þegar ég var strákur. Systir mín elskaði á skýjum himins sem kemur Kristur. Og Jesús, hann kemur. Og þetta er eitthvað sem að ég trúi því að við þurfum að hafa í huga, að við eigum eilífðina
Við erum eilíða verur. Við erum eilíða verur. Og stundum erum við svo jarðbundin, en Páll postuli, hann aftur og aftur þá segir hann, hugsaðu það sem hið efra, ekki það sem á jörðun Að sá dagur kemur að við munum vera með Jesú Kristi alla tíma. Og holdið okkar segir, nei, ég vil lifa hérna lengur, ég á eftir að gera þetta, ég á eftir að gera þetta, ég á eftir að gera þetta. En þegar að við komum til hans og verðum með honum, þá munum við sjá að það ekkert í samanburði við það líf sem bíður okkar. Það ekkert í samanburði við það líf sem bíður okkar þá. Vegna þess að himinin fullur af auðæfum Guðs. Himinin fullur af gæsku Guðs. Og himinin sá staður, og þegar ég segi himinin, að þá erum við að tala um nýjan himin og nýja jörð, sá staður þar sem Guð byrjaði að ganga með Adam. Og Adam drottnaði. Þurfti ekki að vinna. Hann drottnaði. Svo kom bölvunin og vinnan, streðið. Ekki gott að fara heim og hvíla sig og lifa í hvíldinni, fá nýjan líkama sem bilar aldrei. Nýjan líkama sem bilar aldrei. Amen. Augu sem sjá alltaf. Sumir fá hár, sumir tennur, já. En Jesús Kristur, hann kemur. Hann kemur á ný og þangað til hann kemur, þá höfum við verk að vinna. Amen. Drottinn minn og frelsari, ég bara þakka þér fyrir að þú hefur sagt okkur fyrir í þínu orði, Drottinn, það sem verða á. Og þú, Drottinn, gerur ekkert án þess að þú kunngjörið það fyrst þjónum þínu spámönnunum. Og Drottinn, við biðjum Faðir Guð að orð þitt megi fá framgang. Við biðjum Faðir Guð að Drottinn minn að orð þitt fái framgang á meðal okkar í okkar bæjarfélagi. Drottinn, ég biðji fyrir öllum sem fengu snertingu í gær, í Jesú nafni. Þakka þér fyrir að Drottinn að þú birtist þeim í dag. Þakka þér fyrir að við fáum að sjá anda þinn starfa á nýjan hátt, Drottinn, á þessum síðustu dögum. Og Faðir, það bara bæn mín að við höfum vilja, við höfum kraft og við höfum þor til að standa upp úr myrkrinu og rísa upp í dýrð þinni á sama tíma og myrkrið grúfir yfir þjóðunum. Faðir, við gefum þínu nafni alla dýrð, við lofum þig og þökkum þér. Amen. Amen.